Komið sæl, nú ætlum við að finna prósentu hluta af einhverju. Þessum dæmið annars skjánum sýnir að þá ætlum við að reikna með eitthvað í líkingu við þetta hér, að finna til dæmis 7% af 250. Nú hér er prósentu þríhyrningurinn og þið eigið að vera búin að glósa hann hjá ykkur, en við ætlum að halda áfram að nota hann. Síðast þegar við notuðum hann vorum við að leita eftir prósentu og þá héldum við fyrir þetta hér til að skoða hvað ætti að gera. En við ætlum að nota þríhyrningin aftur núna en finna eitthvað annað. Og við ætlum að skoða eitt dæmi sem lítur svona út. Við ætlum að finna hve mikið eru 70% af 350. Og þá þarf maður að átta sig á því hvað er hluti og hvað er heild og hvað er prósenta í þessu dæmi. Og það er nokkuð augljóst held ég að 70% að það er það sem að telst vera prósenta. Hérna, 70%. 350, það er heildin, því við ætlum að finna eitthvað hluta af þessari 350. Þannig að það sem er óþekkt í þessu dæmi hjá okkur núna er hlutin, þess vegna ætlum við að halda fyrir það. Og þá stendur eftir í þríhyrningnum hvað við hefum að gera. Við hefum semst að margfalda saman heildina og prósentuna. Þannig að heildin er 350 og muniði líka síðast þegar ég sýndi ykkur þennan þríhyrning. Þá sagði ég að við notum alltaf tugabroti að verður að vinna með prósentur. Þannig ef ég ætla að skrá 70% sem tugabrot, þá munið að prósent þýðir af 100, þannig ég deili þetta með 100 og þannig fæ ég út að þetta eru 0,7 sem tugabrot. Og þess vegna margfaldum við saman 350 sinnum 0,7 og það kemur í ljós 245 sem þýðir að 70% af 350 og það eru einmitt 245. Við skulum taka eitt dæmi í viðbót. Hér ætlum við að finna 6% af 35 kílómetrum. Við skulum ekki láta þessa kílómetra vera flækit eitthvað fyrir okkur. Þetta er bara mæleining sem að helst út í gegnum dæmið. En við ætlum semst að finna 6% af 35. Þríhyrningurinn hann leit svona út. Það var hérna hluti uppi, niðri var heild og svo gerum við sinnum prósenta. Við ætlum að finna eitthvað hluta af þessu 35. Þannig að það sem við erum að leita eftir er hérna hlutin og þá stendur eins og áðan, taktu heildina og margfaldaði með prósentunni í tugabroti. Þannig að heildin, hún er 35 kílómetrar. Prósentan, munum að 6% þýðir 6 af 100, þannig að ef við deilum með 100 þá fæ ég út tugabrotið sem er 0,06. Og þá margfalda ég 35 sinnum 0,06, svona, og þá er ég komið með hlutan sem er 2,1. Þannig að svarið, lokasvarið okkar, er að 6% af 35 kílómetrum eru þá 2,1 kílómetrar. Svona. Og þetta er held ég allt sem við þurfum í bili, þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þið með núna rekna nokkur dæmi í bókinni. Takk fyrir mig.